Einar, bara til að byrja með, hvernig er heilsan og hvernig skrokkurinn að koma undan þessu leika móti Ungverjum? Já, þetta alltaf að koma til, myndi ég segja. Ég svona að vera ferskari með deginum og ég verð vonandi bara 100% þegar leikurinn byrjar. Hvenær lætur Snorriði vita og sért í hópa? Þegar hann talaði það að hann var ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera. Hvenær vissur þú verið í hópa móti Ungverjum? Já, hann lætur oftast bara vita á fundi rétt fyrir leik, hver í hóp, og hann sagði bara þá og ég kom mér smá óvart kannski, bara út af hversu lítið ég var búinn að vera bara upp úr rúmi síðustu daga, en þá þarf maður bara að vekja sig. Fannstu fyrir veikindunum í leiknum sjálfum? Já, algjörlega á bekknum allavega, þá var ég líka bara að gefa alla orku, bara ég að reyna að vera stemdur með strákunum sko, og gefa allt þar, það var eiginlega verkefni í dagsins sko, en svo finnur maður eiginlega ekkert fyrir þegar leikurinn byrjar. En hvernig varstu svona eftir leikinn, slóst eitthvað niður? Já, ég sló svo sannlega niður sko, ég rotaðist bara í einhverja tíma eftir leikinn og þeir dældu bara í mig fullt af einhverju töflum og eitthvað svona dóti til þess að halda mig gangandi og já, staffið búið ógeðslega góður með mig. Þú svona vannst vel inn í leikinn og vaktir mikla athygli, sérstaklega heima á Íslandi, fólk sem hefur kannski lítið fengið að sjá þú, þetta er kannski svona fyrsta sinn sem þú færð bara heilan hálfleik með íslenska landsliðinu á stórmóti. Já, það er lægt að segja það. Þú bíða lengi eftir þessu? Hæ? Þú bíða lengi eftir þessu? Já, það er lægt að segja það og maður bara vonar að halda áfram og næsta leikur skiptir alltaf meira máli og bara með einum góðum leik skiptir lengur máli og ég bara einbeita mér að ég fæ að spila aftur svona mikið að ég sé tilbúinn aftur. Þú náttúrulega þekktur fyrir þannig leikstíl að varnarleika, koma vel út og hóta og beina. Þarf Snorri eitthvað að beisla þig niður fyrir leikinn á Króatíu, verður þetta þitt hlutverk þegar þú ert inn á? Ég held að ég þurfa að beisla sjálfan mig bara kannski aðeins. Ég þarf fyrst og fremst alltaf bara að geta að spila með liðsfélögum mínum og þetta snýst ekki bara eitthvað endilega henda mér alltaf best eða hvað ég vilji gera. Þetta þarf líka að smella saman og það smeltur bara mjög vel saman, bara ég og Elli einhvern veginn í mómentinu að spila eins og við gerðum. En við ræðum höfum rætt á milli okkar hvað er best fyrir okkur bara í næsta leik og hvernig við erum að spila. Hvernig líst þér á komandi leikum móti Króatíu? Já, það er alveg smá stress, þeir eru með það er bara all or nothing á þeim smá núna næsta leik og þegar það er all or nothing á Króatum þá verða þeir bara nánast besta lið í heimi í svoleiðis aðstæðum. Bara svipaði fyrra á móti í Zagreb? Já, nákvæmlega, þetta segja það. Eina er bara að núna er ekki kannski 15.000 Króatar en þetta er samt ennþá bara bila lið á svona kringumstæðum, þannig að við þurfum að matcha þetta og svara fyrir okkur frá því fyrra.